Björgvin Sigurðsson, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, hefur óskað eftir að taka til máls og hefur nú orðið. Frú forseti, ég ætla að eiga orðastað við hv. þingmann Álfheiði Ingadóttur, formann velferðarnefndar, mál sem snýr að athvarfi fyrir fólk með geðraskanir sem heitir VIN og tók til starfa í ársbyrjun árið 1993 og hefur verið starfrækt óslitið síðan eða í 17 ár. Markmiðið hefur verið frá upphafi að draga úr félagslegri einangrun geðfatlaðra og draga úr endurinnlögnum á geðdeildir og það markmið hefur svo sannarlega gengið eftir og er reynslan af rekstri skýlisins að öllu leyti til mikilla fyrirmyndar. Nú hins vegar háttar svo að Rauði krossinn, sem hefur rekið VIN í allan þennan tíma, ákvað að hætta starfseminni 1. apríl 2012 út frá því að tekjur krossins hafi ekki staðið fullkomlega undir því. En það er hins vegar ljóst að sparnaður Rauða krossins mun birta sig kostnaður annars staðar í kerfinu, ekki síst í heilbrigðiskerfinu með auknum innlögnum og félagslegri einangrun geðfatlaðra, og margir af fastagestum Vinjar leituðu áður reglulega til geðdeildar sumir oft á ári en hafa ekki þurft að leita sér hjálpar árum saman út af starfrækslu skýlisins. Og það er mikið í húfi að leysa þetta mál sem allra fyrst og veit ég að hæstvirtur velferðarráðherra hefur tekið mjög vel í málið og mun ég freista þess að eiga við hann orðastað hér í fyrirspurnatíma þetta síðar, og hann hefur rætt þetta við forsvarsmenn Vinjar og það sem er að berjast fyrir því að skýlinu verði ekki skellt í lás og það verði áfram opið og starfrækt. Og því vildi ég spyrja háttvirtan formann velferðarnefndar hennar viðhorf til þessa, því ég veit það að sterk skilaboð frá þinginu styrkja ráðherrann í þeirri stöðu, að því að það er lagt til af þeim sem af Vinja félaginu sem var stofnað núna í október, að 4 aðilar taki höndum saman og gerðu verið samningur til 3 ára, það er Rauði krossinn, Reykjavíkurborg, Velferðarráðuneytið og Vinafélagið, og saman skaffi þessi 4 aðilar þá 21 milljón sem þarf til að halda þessu merkilega þjóðþrifaverkefni áfram úti sem er okkur öllum til sóma að verði gert. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir, tekur til máls. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mál hér upp á þessum vettvangi. Það er ljóst að félagsleg einangrun og einmanaleiki koma oft í veg fyrir að einstaklingum með langvinna geðsjúkdóma geti liðið vel. Og félagslíf og félagsskapur og samvistir við aðra bæta lífsgæði þessara einstaklinga verulega, og í þessu tilliti að þá er starfsemin sem fer fram í VIN gríðarlega mikilvæg þessum einstaklingum, aðstandendum þeirra og okkur öllum, og ómetanleg í vegferð þeirra til bata. Lokun Vinjar í mars næstkomandi eins og boðað hefur verið er þess vegna mikið áhyggjuefni og hefur þegar valdið skjólstæðingum skýlisins miklum kvíða og öryggisleysi, óvissu. Við skulum muna að VIN kemur í staðinn fyrir stórfjölskylduna, fyrir stóran borgarbúa sem að þangað sækja, og skiptir miklu máli að komast þar í félagsskap fyrir fólk sem á erfitt með að finna sig annars staðar, eru einstæðingar, hafa veikst, ungir eða hafa verið veikir í langan tíma og eiga þess vegna litla möguleika í félagslegu tilliti án aðstoðar eins og er í VIN. Þarna komu yfir 5.000 einstaklingar á árinu 2010, matargestir voru yfir 2.000 á sama ári. Rauði krossinn hefur, eins og hér hefur komið fram, rekið VIN í tæp 20 ár, en Reykjavíkurborg hefur styrkt rekstur Vinjar með því að veita ókeypis afnot af húsnæðinu og staðið einnig undir viðhaldskostnaði. Ríkið hefur hins vegar ekki komið beint að þessum rekstri, frekar heldur en að dvöl í Kópavogi eða laut í Akureyri. Hins vegar, eins og kom fram hjá hv. þingmanni, að þá standa nú yfir viðræður á milli velferðarráðuneytisins, Reykjavíkurborgar, Rauða krossins sem hefur verið einn VIN og hollvinasamtaka Vinjar sem eru öflug samtök, og ég vona svo sannarlega að á þeim vettvangi fáist trygging fyrir því að skýlinu verði ekki skellt í lás eins og hv. þingmaður nefndi. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þráinn Bertelsson, tekur næstu til máls. Frú forseti, mig langar til að vekja athygli á því að mannúð og mannkærleikur er mjög hagkvæmt fyrirbæri, meira að segja hagfræðilega. Eins og fram hefur komið í máli háttvirtra þingmanna sem hér hafa talað áður, að þá kostar 21 milljón á ári að reka VIN, þetta hús við Hverfisgötu. Þetta hús
telja 200 manns vera sitt annað heimili. Koma þangað flesta daga, spjalla saman, tefla, lesa, njóta samvista. Þessi þjónusta, miðað við að viðskiptamannahópurinn sé 200, en í raun og veru segja starfsmenn að viðskiptamannahópurinn sé 350 manns. Segjum að sé 200, að þá kostar þetta 300 kall á mann á dag, þessi starfsemi. Ef að þessi starfsemi væri ekki til staðar, að þá má benda á að innlögn á geðdeild kostar 70.000 krónur á dag. Rauði krossinn borgar það ekki, Reykjavíkurborg borgar það ekki, ríkið borgar það. Svo að ég vona að ríkið komi myndarlega að þessu forvarnastarfi, mannkærleiksstarfi og mannúðarstarfi sem þarna er unnið og spari leið peninga og sýni svolítið fjármálavit, því að íslenska ríkið má alveg spara nokkra krónur mínu vegna. Síðastur tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Virðulegi forseti, ég kem hér upp til að tjá mig lítillega vöffin 3, ef svo má kalla, dagsins í dag í störfum þingsins. Það verðtryggingin, Vaðlaheiðargöng og Vin. Fyrst örstutt verðtrygginguna, ég bara tek undir með þeim sem að hér hafa oft staðið og sagt að þetta sé og verða að vera eitt af okkar forgangsverkefnum að afnema verðtrygginguna. Tek heils hugar undir það. Það mjög brýnt og mikilvægt fyrir fjölskyldur og heimilin í landinu. Varðandi Vaðlaheiðargöng, það held ég mitt líka að það sé mjög jákvætt og allir hljóti að fagna því þegar svona gríðarlega mikið ber á milli þeirra aðila sem eru að meta forsendur allra kostnaðaráætlana við þessa framkvæmd, að þá hljóti að það vera að eiga myndast samstaða um það að fá til óháðan aðila sem að metur framkvæmdina og grunn hennar til þess að komi fram óháðara álit í þessum efnum þegar svona gríðarlega kostnaðarmikla og stóra framkvæmd er að ræða og ég sé ekki að einhver ætti að geta sett sig upp á móti því í þessum efnum. Bara jákvætt skref. Varðandi Vin vil ég segja að það er einstakt athvarf og ég hef verið svo lánsöm að kynnast starfseminni þar í þó nokkur ár. Þetta er sannkölluð Vin í eyðimörkinni og það væri slys ef að Vin yrði lokað. Þarna er mikil þekking, mannauður og mannkærleikur einmitt og hlýtt heimili fyrir fólk í okkar samfélagi sem þarf líklega af öllum hvað mest á einmitt slíku athvarfi og slíkri vinahalda. Þetta eru smápeningar sem hér að ræða og alveg sérstaklega ef allir leggjast eitt við að tryggja áframhaldandi starfsemi þessa athvarfs.